Komið sæl og velkomin í Timburmenn. Komið sæl. Í dag ætlum við að byggja brú. Já. Er það ekki? Jú. Við erum búin að velta því fyrir okkur, við erum búin að smíða svo mikið af hérna einingum í garðinn. Það eru grindverk og skjólgirðingar og pallur og bekkur og blómapottur og allt. Og þá fórum við að hugsa hvað er það sem vantar tilfélaginu í þennan garð hérna. Það er náttúrulega bara brú. Bara brú, já. Og hún á að liggja hérna, byrja hér. Já. Koma hérna sem tengir þessum enda hérna og liggur svo hingað eina hvað? 3,5 metri. 3,5 metri hingað. Svo náttúrulega þegar náttúrulega brú er byggð, þá liggur hún yfir læk eða malarpúða einhvern svona. Já. Og við sjáum til hvort okkur endist tími til þess að smíða það, en brúna hins vegar, brúna ætlum við að smíða hins vegar. Og við fengum að Stanislas að tekna fyrir okkur. Sjáum við hér. Sjá, geta tekning hérna. Hérna er sem á að sjá brúna og hérna er malarpúðin og tjörnin sem kemur undir. Sjáum til með það. Hérna sem enda sniðið hérna á þessu. Hérna liggur gengið ofan á, hérna er pallurinn sem gengið ofan á, liggur hér. En þetta skýrist allt þegar við förum að taka á þessu. En þá liggur náttúrulega beinast við að ná í efni og svona. Hvað eigum við að nota í brúna? Ég meina, þetta er nú svona bogadregin. Hvað er hentugast að nota? Eigum við að nota... Við verðum að nota límtré. Límtré? Já. Kíkjum á það. Svo, hérna er hann kominn. Já. Þetta sent. Mjög fallegur. Já, það var talað um að hafa brúna úr límtré og hérna er sem sagt græjan kominn. Þetta er framleitt á hvað, flúðum? Þetta er íslensk framleiðsla. Já. En timbrið? Greni. Já. Þetta er glæsilegt. Heyrðu, við förum bara að saga. Förum að saga, styrsa þetta til. Taka þetta í tvönd. Já. Þetta var stutt. Svona. Það held ég. Þá er það komið í tvönd og við bara rífum þetta upp á pall og byrjum að snikka. Maður sem máta þetta. Heyrðu. Hérna kemur brúin okkar. Samkvæmt tekningunni þá þurfum við aðeins að saga þetta svona, ná þessu svona beint upp og svo þarf að taka hérna smá fláa líka, er það ekki, Guðjón? Sæti hérna. Búið til svona sæti hérna. Það sem að sest, já, reynda báðum megin. Báðum megin? Já. Jæja, þá er komið að því að saga þetta og til þess að finna út hvernig við sögum sætið til. Því það náttúrulega verður að vera þetta sem að brúin situr á, sætið hennar. Og fundum við eina svona spýtu sem er alveg þokkalega bein. Jú, bara mjög góð. Og hana leggjum við svona niður hérna, sinkurum megin, hún nær alveg yfir frá þessum enda yfir á hinn. Leggjum þetta niður, finnum nákvæmlega lengt hérna milli, sömu lengt báðum megin, strikum hérna og sögum eftir því. Þá erum við búin að búið til sætið. Þá er sætið komið. Þá verður þetta. Og þá erum við konum með brúar endan, sko. Endan, já, tilbúin. Brúar sporðinn. Og þá verður til brúin yfir Kvæfljótið. Jæja, þá erum við búin að saga til hérna, hvað kallar þetta? Kjálkarnir eða hliðarnar í brúnni. Já, við skott að kalla þetta kjálkana. Já. Og hérna erum við búin að saga sem sagt hérna vinkilinn og sniðinn. Sniðið við, allt orðið klárt og næsta mál er bara að setja einhvað listana hérna. Lista hérna sem kemur undir í rauninni göngugólfið. Já, einmitt. Og sjáum við sem þetta, við erum búin að saga þetta til hérna og þetta er klárt hérna. Næsta mál er þá þessi listi hérna sem kemur undir göngugólfið. Göngugólfið, já. Hörðu, við förum bara í það. Þá erum við konum með listan sem að verður, sem kemur undir dekkið. Undir dekkið. Já. Og hann leggjum við svona hérna. Já. Og við setjum hann hérna, látum hann hérna. Rekjum hann hérna eftir neðri brúnni. Já, setjum við með neðri brúnni. Já. Og borum bara hérna smá. Já. Nokkura sentimetrar millibili. Já. Og sveigjum bara timbrið í leiðinni undir. Þá fáum við sama form á brúnni. Já. Eða ekki? Fylgir alveg boganum. Fylgjum boganum.
Þá er komið að því að saga niður gólfið, eða sem sagt botndekkið í göngubrúna. Við ætlum að nota 35-70. Þetta er það sem við ætlum að nota. Við náðum hérna í nokkur 100 metra, hvað? Þurfum við ekki eina 50 bita svona? Jó, mjög nálægt til 50. Verða 80 cm lengd, það er sem sagt breiddin á brúnni sem verður, 80 cm. Við þurfum að saga niður svona 45-50 stykki og svo ætlum við að bora þá hérna til endana fyrir skrúfunum, bora hér og hér, sömuleiðis hér og hér. Verðum að gera það því annars vill viðurinn klofna. Ágætt að raða svona nokkurum í einu svona, þá lítir þetta fyrir, sjáðu því. Sér maður svona. Auðvitað náttúrulega á maður að streika þetta svona, hafa þetta á að beint, en við erum ótaf svo færi tiprumenn, sko. Sér svona, þá er þetta náttúrulega komið. Og þá er ekkert annað eftir að bara fara að leggja gólfið niður, skella því niður og sjá sköpunarverkið fæðast. Brúin er að lifna við, líta dagsins ljós, en það sem er eftir að gera hérna, samkvæmt teikningunni, er þessi skrauthnúðar hérna ofan á. Þeir koma hérna, þeir líta svona út hérna, sér teikninga þeim, svona, 30 cm, 70, 30 og 35 hérna. Og við erum búin að taka hérna niður efni í þetta. Við þurfum að gera eitthvað, 6 stykki eða ekki? 6 svona hnúða. Jó, það eru 6, það eru 3 hvorum megin. Já. Það er sem sagt eitt svona sem kemur neðst, þessi kemur ofan á, svo kemur þessi og svo kemur þessi hérna. Þessi fyrst, bora fyrir því, já. Þessi kemur ofan á, já. Bora fyrir því, já. Þessi kemur svo, og þessi hérna, til þess að fela allar skrúur, þá myndum við þurfa að líma hann. Já, ef við erum viðkvæmir fyrir skrúfun. Já, já, eða við getum líka að bora hérna niður og svona snarað undan og við sjáum bara til. Yes. Við erum byrjað að festa skrauti hérna á og hérna er fyrsti stubburinn kominn. Næsti kemur hérna ofan á. Sjáum þetta. Setjum akkúrat á miðjuna. Svona. Við tökum þetta svona stig af stigi. Hérna, þessi fastur hérna. Svo kemur þessi hér ofan á. Við erum búin að bora náttúrulega, muna það, bora aðeins fyrir þessu, þetta springi ekki. Notum bara smiðsvegar, stillum þetta beint af, sko. Svona. Þetta er fyrir hugsa fyrir þá sem eru, hérna, vilja ekki skrúfugötin. Þannig að það sést hvergi skrúfu far hérna. Og svo þegar, hérna, veðrið hefur svona aðeins skánað, það er svo blautt eins og er, sko. Þegar aðeins skánað, þá hérna límum við þetta ofan á. Svona. Bara með góðu trillími. Það var alveg holl heldur þetta. Vassheldur. Alveg vassheldur lími, eða ekki? Jú. Hvaða við þessum er. Hörðu en, brúin er búinn? Eða búinn er brúinn? Búinn er brúinn. Búinn er brúinn. Kíkið á. Ekki amaleg brú það, eins og þið sjáuð. Svo náttúrulega varandi loka fráganginn, þá er það náttúrulega í valdi hvers og eins að ákveða, hvort að menn hafa tjörn undir þessu eða bara malarpúða. Það er hægt að gera það líka og sjálfsögðu gerum að það áður en maður smíða brúna, en í þess tilfelli vorum við náttúrulega bara að smíða brúna. Og svo náttúrulega varandi fráganginn hérna, að brúin liggur upp á pallinn þarna megin og hérna væri gaman að setja svona steina, stóra svona steinhellur náttúrulega í sömu hæð, svo brúin siti nú vel, því hún situr bara, hún er ekkert negld eða skrúið niður, sjálfsögðu ekki. Hún höldu austranna, sjá Guðjón.
Mjög austrænt. Þetta er svona sakura tilfinning á þessu.